Góðan daginn. Þá erum við komin að kafla 12 sem eru áföll og kvíðavaldar í lífi barna. Og ég ætla að byrja á því að biðja ykkur að horfa á þessa mynd. Þetta eru örstutt, þetta eru, man ekki orðið 6 eða 7 mínútur og þetta eru viðtöl við börn sem hafa orðið fyrir áföllum eða orðið fyrir ofbeldi eða hafa orðið vitni á ofbeldi og sérfræðingar sem fjalla þessi mál. Börn sem lenda í áföllum, það er ýmislegt sem hægt að hafa í huga fyrir þá sem að standa fram fyrir barni sem lent hefur í áföllum. Og það er ágætt að byrja á því að maður þarf að átta sig á alhliða þroska þess, tilfinningalegum, félagslegum og vitsmunalegum. Hvar stendur barnið? Það er rosalega mikilvægt að barnið fá að tjá tilfinningar sínar, alveg sama hvernig þær eru, hvort þær eru góðar og slæmar, því það er mikilvægt fyrir barnið að átta sig á jákvæðum og neikvæðum hugsunum í sambandi við þetta áfall sem það er orðið fyrir. Fullorðni aðilinn verður að hlusta vel og fylgjast með látbragði barnsins. Því það getur verið að það sé að segja eitthvað, en líkamstjáningin segir eitthvað allt annað því það er alltaf eitthvað allt annað sem er í gangi undir niðri. Og það þarf að muna að bera virðingu fyrir upplifun barnsins. Upplifun er alltaf rétt. Það er ekki hægt að draga úr því með að segja þér fannst þetta ekki eða það getur ekki verið rétt eða eitthvað annað. Upplifun er eitthvað sem maður verður alltaf að hlusta á. Stundum þarf að leiðrétta misskilning eða mistúlkun barnsins á því sem gerst hefur og afleiðingu þess. En það er ekki það sama eins og ber ekki virðingu fyrir upplifuninni. Það er þarna skýr greinarmunur þarna á. Og það þarf að muna að leita til sérfræðinga ef á þarf að halda. Það er rosalega mikilvægt. Að vera ekki að garfast í einhverju sem maður hefur ekki þekkingu til og getur gert þá illt verra. Þannig það er mikilvægt að leita til sérfræðinga þegar á þarf að halda. Það eru ýmsar ástæður fyrir áföllum og þar hlutaðan getur verið þessar sem ég tel upp hérna. Það eru slys, sjúkdómar, dauðsfall, ástvinamissir, skilnaði foreldra, aðskilnaði við foreldra, vanræksla og ofbeldi. Það er svo ofboðslega margt sem getur triggerað það að barn lendi í áfalli. Hér er annað vídeó. Þetta er heldur 5 mínútur og þetta er drengur Adam, breskur drengur og hér sýnir upplifun hans, heimilis aðstæður eru ekki góðar og það er hvernig hann bregst út á við. Og þetta er allt þegar maður veit hvernig aðstæðurnar eru, þá skilur maður hvað hann er að fara í gegnum. En maður gerir það kannski ekki ef maður veit ekki hvernig aðstæðurnar eru. Nýjustu upplýsingarnar frá Barnaverndarstofu, það er gott fyrir ykkur að kíkja aðeins á þessa skýrslu. Ég ætti kannski aðeins að smella inn á hana og fara aðeins með ykkur á hana til að sýna ykkur hvernig hún lítur út ef henni þóknast að opnast hjá mér, sem henni virðist nú ekki þóknast að gera núna. Opening, yes. Nei. Úps, fyrirgefið. Hún er bara með ykkur að stæla við mig. Akkur opnast hún ekki fyrir mig. Jó, þetta kemur hún. Þetta er semst samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og fjölda umsókna þjónustu Barnaverndarstofu á fyrstu 3 mánuðum 2016 til 2018. Og ef maður rennir aðeins í gegnum hana, eins og ég vil biðja ykkur að gera fyrir áður við förum að tala fyrir umræðutíman, að þá er fjöldi tilkynninga á þessum árum. Það eru umsóknir, hvað snúast þessar umsóknir og hér eru tilkynningar til barnaverndarnefnda og hér sjáum við svolítið umfangið, hvað þetta er mikið og það er fjöldi tilkynningar skipt eftir kynjum og það er fjöldi barna sem er tilkynnt bara Barnavernd Reykjavík fyrstu 3 mánuður ársins 2016 sjáum við það er 751 barn. 2018 það voru þetta 805 barn, þetta er bara fyrstu 3 mánuðin, þetta er gífurlega mikill fjöldi. Og hér getum við séð hvernig þetta skiptist eftir kynjum og hér er ástæðan, sjáu þið, það er vanræksla, líkamleg vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, tilfinningalegt sálrænt ofbeldi, sjáu þið, þannig það er gott að þið kíkið á þessa skýrslu. Ég ætla ekki að fara yfir hana neitt nánar því að þið gerir það. Lesið aðeins yfir þetta. Síðan erum við með helstu hegðunareinkenni barna sem hafa orðið fyrir áföllum. Og þetta eru mjög svipuð einkenni, sumir fá þetta allt, sumir fá bara hluta af þessu, en það eru þessi einkenni. Þau fá martraðir, það eru svefntruflanir, lystarleysi eða ofát, það er annar hvor endinn. Það er depurð, þau kvarta mikið undir magaverk eða höfuðverk,
börn sem eru í einhverjum áföllum þurfa mjög oft að fara, til dæmis ef þau eru í skóla þurfa mjög oft að vera að fara til hjúkrunar. Væti rúmið á nóttunni, það er áhugaleysi og það er reiði, kvíði og hræðsla. Þetta eru allt saman einkenni fyrir börnum sem hafa orðið fyrir áföllum. Svo komum við hérna að kaflanum sem heitir myndun geðtengsla og þar með talið tengslaröskun. Og þetta er ofboðslega mikilvægt og þetta gerist oft í upphafi þegar börn eru bara pínu lítil. Og það eru 4 meginkenningar sem hafa verið svona í gegnum síðustu öld og fram á þessa öld og það er það sem þeir kalla námskenningar, kenningar vitsmunalega þroska, hátternisfræðin og sálkönnunarstefnan. Og námskenningarnar, þær hafa svona svolítið dottið upp fyrir eftir 1960 og þær fjölluðu í aðalatriðum það að barnið læri að utanaðkomandi áreitum að tengjast, að mynda geðtengsl við þann sem annars það. Að það sé ekki neitt annað sem þar býr á bakvið. Vitsmunalega kenningum vitsmunalega þroska, það er talið endurspegla vitsmunalega þróun barnsins. Að barnið sækist eftir tengslu við móður eða annan af vitsmunalegum ástæðum og þekki munin. 2 ára barnið veit að móður eða faðir eða uppalandi er til þrátt fyrir að vera ekki í herberginu. Geðtengsl styrkjast með meira viti og vitsmunalega og félagsleg tengsl styrkjast. Barnið leitar eftir samvistum við uppalanda þegar það þekki sérkennin. Þetta er einkenningin. Svo erum við með hátternisfræðina og geðtengslin. Það er að félagsleg viðbrögð barns þróast vegna meðfæddra hneigða. Og þetta gerist í næmiskeiði eða kjörskeiði frumbersku sem gerir barnið næmt fyrir áhrifum frá þeim sem annast það. Á þessu skeiði örvast meðfæddar hneigðir vegna viðbragða frá umhverfi og barnsins sjálfs við svörun uppalanda. John Bowlby hefur fjallað mikið þetta og hann telur að nátengt sé geðtengslin og fæðugjöf í dýraríkinu. Barnið læri líka hegðunarmóður, geðtengsl við hana, móta geðtengsl barns í framtíðinu samkvæmt þessari kenningu. Og þá er það þessi síðasta sem er sálkönnunin og geðtengsl. Og það er eðlislæg sálarorka, að líffræðileg orka kemur fram í eðlisneiðum sem eru kveikja atferðlis. Fyrstu 2-3 árin þessar orku beint af helsta uppalanda af því sem barnið skynjar að þar færða velíðan og fullnægingu þarfa sinna og við það myndast geðtengsl. Hvernig geðtengsl myndast frá 6 mánaða til 3 ára aldurs ræður mest vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska í framtíðinni. Ef barnið hefur ekki móður eða staðgengil á þessu aldurskeiði er það skaðlegt fyrir þroska barnsins. Það er aðeins meira geðtengsl barna við mæður. Það er mynd linkur á mynd og það er sálfræðingurinn Mary Ainsworth. Hún taldi að mismunandi geðtengsl barna við mæður sínar tengist ólíkum uppeldisaðferðum sem það bættu og hún skipti mæðrunir í 3 flokka. Það er mæður sem höfðu traust geðtengsl, voru ábyrgðarfullar og næmar og þarfir barnanna, mæður sem voru ekki næmar fyrir þörfum og sinntu þeim ekki vel og svo mæður sem höfnuðu börnunum meira, sérstaklega líkamlegri snertingu. Og það er sýnt, það er svona könnun sem er inn á þessu link sem sýnir börn í herbyggi, móðurinn fer út og hvernig þau bregðast við. Það er hins vegar ástæða til þess að ítreka að tengslaröskun, ef barn verður fyrir tengslaröskun sem getur gerst á þessu tímabili 1-3 ára ef það fær ekki réttu tengingarnar, það er hægt að bæta það ef fólk er meðvitað það og vinnur í því. Þetta á til dæmis, að því nú þekki ég þann málaflokk mjög vel við ættleidd börn, að þar hefur orðið tengslaröskun í, við skulum bara segja 99% tilfella, því barnið er rifið frá þeim sem annast það, hvort sem það hefur verið á einkaheimili eða annað, og svo er það sett við annan. Og barn sem verður fyrir tengslaröskun, það er ofta hægt að sjá það á því að það fer til allra. Þá meina ég að barn sem vill sita hjá öllum og það er alltaf glatt þegar allir koma vegna þess að það vill ekki, það veit ekki hver sér það og það vill vera viss að það sé alltaf einhver. Þannig þetta er barnið sem klifrar upp í fangið á öllum og
það getur verið eitthvað eðlilegt við það, við svoleiðis, en maður það samt að setja pínulítið spurningamerki við það en maður sér börn sem ekki vilja vera frekar hjá móður sinni á einhvernum ákveðnum aldri þegar það algengar að þau séu til dæmis feimin við ókunnu og annað. Ef þau sækja meira í ókunnu þá þarf maður aðeins að fara að spá í hvort þarna sé eitthvað í gangi. Ungbarna þunglindi, að þetta eitthvað sem að kemur fyrir og yfirleitt af því að það hefur eitthvað gerst. Og í fyrstu þá grætur barnið. Það vælir og óanægt. Síðan fer að koma svefnleysi eða gerir vart við sig og barnið léttist og það hreyfir sig minna. Líkamlegu sjúkleiki lætur á sig bera og þroskinn staðnast ef það engin tengsl, það ekki að mynda tengslin en aðra mannesku. Og barnið afneitar geðtengslu við mannesku sem nálgast það og það til þess að reyna að verja sig. Þá reynir það að hafna öllum tengslum vegna þess að það hefur orðið fyrir því að tengslin halda ekki. Lokastigið sem þá við komin út mjög alvarleg mál, að þá hverfur barnið algjörlega inn í sinn eigin heim í fullkomið sinnuleysi allt sem í kringu það, bæði fólk og hluti og öskrar ef nokkur reynir að nálgast það. Augnaráðið tómt, fjarrænt og starrandi, barnið virðist vera tilfinningalega frosið og oft endurtekur barnið sí og æ vanafastar tilgangslausar hreyfingar, til dæmis ruggar sér eða ber höfðinu í rúmgaflinn. Og þetta var mjög algengt á barnaheimilum fyrir ekkert rosalega mörgum árum. Man sé börn frá Rúmeníu og annað sem sátu bara, voru kannski bundin í rúmin sín og þau slógu bara svona hausónum við stanslaust eða héldu á einhverju sem þau gerðu bara svona með. Og þarna erum við að tala um börn sem eru með alvarlegt svona ungbarnaþunglindi af því þau hafi ekki náð tengingum við aðra mannesku. Þetta ofboðslega mikilvægt að við áttum okkur á þessu. Aðskilnaður móður og barns. Báli skipti aðskilnaður móður og barns í 3 stig. Það var semst mótmælatímabil, örvæntingatímabil og afneitunatímabil. Og hér smá vídeó börn og sorgina sem ég ætla að biðja ykkur að kíkja aðeins á. 3 skilningstengsl aldurtengd við börn og dauðan. Þegar börn eru 3–5 ára þá dauðinn ekki óafturkallanlegur. Þetta bara einhvers konar fjarvist. Viðkomandi hefur bara farið og hann kannski kemur aftur. Mjög líklega kemur hann aftur. 5–8–9 ára að þá persónugera þau dauðan. Og þau upplifa það að það þurfa að gæta sín á honum og það getur ýtt undir hræðsluvekjandi hugsanir, til dæmis drauga afturgöngur og eitthvað svoleiðis. 9–10 ára börn viðurkenna dauðan sem líffræðilega staðreynd, endalók líkamlegs lífs og allir mun eitt sinn deyja. Og það sem fylgir þessu tímabili þá oft annarkvort þá bara loka þau á það og neita viðurkenna að viðkomandi sé dáin eða þau verða ofboðslega reið. Og það mikilvægt að útskýra dauðsfall fyrir börnum af einlægni og heiðarleika í samræmi við þroskastig þeirra og sýna þeim nærgætni umhyggju. Og það getur verið, maður þarf náttúrulega alltaf að horfa á aldur barns í samhengi við þroska þess, að það getur verið ef barn fær ekki að upplifa dauðsfallið á eðlilegan hátt, ef þetta einhver nákominn, að það haldi áfram innra með þeim. Þau fengu ekki að vera við jarðarförina eða hvað sem og þetta getur komið upp löngu seinna. Svo það sorgin. Börn eiga erfiðara með að tala sorg fullorðnir og það kannski líka að þau eru ekki komin með þessa hugmynd eða hugtak sorgina, þannig þau eiga erfiðara eðlilega með því að tjá sig hana. Og þetta yfirleitt styttra og ógreinilega ferli heldur en hjá fullorðnum sem líka mjög eðlilegra því tími í lífi barns svo ótrúlega allt annar heldur en hjá fullorðnum. Börn sem ekki geta veitt tilfinningunum sínum útrás eru útsettari til að bregðast við sorg á fullorðinsárum á sjúklegan hátt. Þau hafa ekki náð að vinna svo sorg með þau ef ekki verið aðstoð við þeir eru börn og þá náðu ekki að vinna svo úr en sem fullorðið fólk heldur. Það sem kallað sorg alltaf að hluta til reiði og þetta meira áberandi hjá börnum heldur en fullorðnum. Þau eru reið því viðkomandi yfirgaf þau. Og barn upplifir oft tvíbendar tilfinningar til hins látna. Þau elska hann og sakna hans en hata hann leið fyrir að hafa yfirgefið sig, ef maður má nota það sterkt orð. Og börn þurfa að fá að taka þátt í því að syrgja með fullorðna fólkinu. Ekki taka það af þeim að þau fá að syrgja og þau þurfa að fá að syrgja á sinn hátt þó að hann sé stundum dálítið skrýtna leiðir sem þau fara. Sorgin áfram. Neikvæð hegðun nemanda oft talin geta verið einkenni sem geta áttir rætur að rekja í sorg sem ekki hefur unnin úr.
Og hér nokkuð dæmi svona hegðun, það skólafælni, námserfileikar og einbeitingarskortur, stríðni sem fer út yfir eðlileg mörk, það hortugheit, fálæti og stælar. Og þetta getur allt stafað út af einhverju áfalli sem viðkomandi hefur orðið fyrir eða sem berjast við sorg. Já, þetta var bara það sem ég ætla að tala um núna, en ég ætla að biðja ykkur að horfa á þessi vídeo og kíkja á skýrsluna og svo tölum við þetta í umræðu tímanum á miðvikudaginn. Takk fyrir!